Komið sælir kæru hlustendur, þetta hlaðvarpið Litli Malakúturinn og ég heiti Gunnar Ásgeirsson og stjórnandi þessara þáttar. Þessi þáttur í dag markar ákveðin tímamót, þetta 20. þátturinn og ég búinn að spjalla fjöldan allan af fólki sem hefur sagt sína sögu hér í þessum þætti og ég veit bara þakka öllum kærlega fyrir að hafa gert það því að ykkar sögur hafa aldeilis verið að hjálpa öðrum sem eru að taka ákvörðun hvað er best að gera í þeirra lífi varðandi svona og ykkar sögur hjálpa algjörlega til við það að heyra ykkar reynslu sögur. Þegar ég fór á stað með þess að þetta þá var ég alltaf með það á bakvið eyrað að ég myndi vilja líka spjalla við okkar frábæra fagfólk úr heilbrigðisgeiranum. Heyra svona þeirra sjónarmið þetta allt saman, aðgerðirnar, betri heilsa og allt þetta. Fólkið sem starfar í þessum geira, fólkið sem hjálpar okkur að taka bestu ákvarðanirnar okkar bestu heilsu. Og það var aldrei einasta spurning hjá mér með fyrstu manneskjuna sem ég vildi fá í þáttinn svona úr hópi fagfólksins. En það er að sjálfsögðu hún Erla Gerður Sveinsdóttir. En það má segja að hún hefur aldeilis helgað sinn læknaferil sjúkdómnum offitu. Ég kynntist henni fyrst í kringum 2008-2009 þar sem ég var sjálfur á Reykjalundi og þar starfaði hún einmitt í offitu teyminu þar. Og svo hitti ég líka hana í Heilsuborg og meðan Heilsuborg var og hét. En síðust ár hefur hún starfað hjá mín besta heilsa þar sem hún gerir best að hjálpa fólki að ná sinni bestu heilsu. Og hér í þessum fyrri þáttum þá er hana oft borið á góma. Og allir sem ég hef talað við eru algjörlega himinlifandi með það hvað hún er mikil fagmanneskja. Algjörlega á réttum stað í lífinu. Og ég segi nú bara það ef allir í heilbrigðiskerfinu væru eins og hún Erla Gerður, þá er nú ekki vandamál við þessu heilbrigðiskerfi. En ég fekk hana til mín á dögunum og við ræddum aðgerðirnar frá sjónarhóli læknis og svo ræddi ég líka við hana þessi lyf sem hafa aldeilis komist inn í umræðuna á allra síðustu árum. Ozempic, Saxenda og Wegovy, held að ég segi þetta rétt fram, þetta síðasta. Og hvernig virka þessi lyf fyrir hverju eru þau og bara hvað eru þau hreinlega? Við komumst á því hérna rétt á eftir. En netfangi mitt er eins og alltaf gunsi.is að þú vilt segja þína sögu hér í þessum þætti og ég reyði alltaf að leita eftir viðmælandum í þáttinn. Þannig að bara endilega sendi mér pósta fínt að hafa fleiri en færri á lista verðandi næstu þætti. En þá að málið málana, hér er viðtalið við Erlu Gerði Sveinsdóttur. Erla Gerður Sveinsdóttir, kæra þakki fyrir að koma. Takk fyrir að bjóða mér. Sko, þegar maður svona googlar þig, þá finnur maður, það er alls konar titlar sem þú ert með. Okay. Læknir, heimilislæknir, sérfræðilæknir, hver er svona þinn titill? Sko, ég set sérfræðilæknir við meðferð offitu núorðið. En ég ber alla þessa titla. Ég er heimilislækniramennt og vann við það lengi en ég starfa ekki sem heimilislæknir í dag þannig að það er svona pínu villandi að titla mig þannig en það er samt alveg rétt menntun á mig sko. Já. Sko, ég man eftir þér á Reykjalundi 2009 þegar ég var þar. Glæsilegt. Og hefur þinn ferill alltaf verið, sko, var svona málefni offitu alltaf þér hugleikinn? Ekki alltaf. Og eins og til dæmis þegar ég var í læknadeildinu og lærði náttúrulega ekkert þetta og fyrstu árin sem læknir vissi ég afskaplega lítið þetta málefni og sko fyrst eftir útskrifaðist þá ætlaði ég vera mikið í bráðageiranum og ég vann mikið á slysadeildinni bæði áður en að ég fór læknisfræðinni og með læknisfræðinni og svo þegar ég var að læra og eftir ég var að læra þá var ég á sjúkrabílunum, þyrlunni, ég fór í breska herinn, ég fór að sérhæfa mig í svæfingu og mikið á gjörgæslu og slysadeildinni og ég var svo alveg að fara að bjarga heiminum sko og þannig að ég var miklu meira í svona á þeim vagnum þannig að þá var ég ekkert voðalega mikið að spökulera í þessum sjúkdómi. Nei, einmitt. Svo einhvern veginn þegar að eru svona breytingar í mínu lífi þannig ég fór eiginlega upp, ég fór að hætta að læra svæfingar og bráðalækningar og fór yfir í heimilislækningar að þá fór ég miklu meira að spá í svona þessari heildarmynd hvar bara
hvernig líkaminn svona virkar og hvernig bara allir þessi þættir hafa áhrif, uppeldið, aðstæðurnar, áföllin og allt einhvern veginn bara var að móta líkamann og mér langaði svo að sko vinna öðruvísi en mér bauðst í kerfinu. Sem sagt sem heimilislæknir þá raunin situr í stofun og þú hefur rauninni bara þig og eiginlega lyfseðilinn eða svona, þú veist, þú hefur ekki aðgang að þessu þverfaglega breiða teymi og svona eins og mér langaði að vinna. Þannig að maður geta vissulega senda einstakling til ræningafræðing, sálfræðing, sjúkraþjálfara, þú veist, alltaf og svo fengið einstakling tilbaka en mér fannst ég ekki vera að vinna eins og mér langaði að vinna svona heildrænt og með einstaklinga og þá fór ég einhvern veginn að leita og hitti Lúðvík sem var þá yfirlæknir á Reykjalundi með offitu-teymið og þegar við fórum að spjalla saman þá bara smallið einhvern veginn vá, offit akkurat birtingamynd öllu þessu sem ég að reyna að tengja saman uppeldið, barnæskan, lífshættirnir, sjúkdómarnir, vá, þá fór ég einhvern veginn að fá áhuga á offitinu og svo var Lúðvík svo ánægður með að finna fleiri sem hefði áhuga á þessu þannig að hann hreinlega fór í leyfi, hann fór að leysa út á landi til þess að búa til tækifæri fyrir mig að leysa hann af. Þannig ég gæti prófað að vinna við offitu meðferð sem var þá raunin annars ekki mögulegt. Og það var bara ekkert aftur snúið. Þetta var bara svo svakalega spennandi. Og svo bara svo skapaðist tækifæri til að vinna með Lúðvík á Reykjalandi og svo fyrir að vinna bara áfram við þetta og það sem ég gerði í bjartsýni minni að væri nú hægt að breyta heiminum að ég á samt mákonum minni stofnum fyrirtæki sem heit Heilsuborg sem átti að mynda að vinna svona heildrænt allir fagaðalarna saman og allt þetta og við reyndar vorum með það fyrirtæki alveg í 10 ár sko en þangað til að vera ekki rekstrar grundvellur fyrir því en á því tímabili þá gafst mér tækifæri til þess að hitta óskaplega marga einstaklingar sem að lifa með offitu og mann alltaf læri langmest af fólkinu sem hittir og það engir 2 eins sem ég er búin að hitta þannig að ég er búin að starfa við offitu meðferð í einni annar mynd í 15 ár Já, það er nefnilega það sko þegar þú byrjar að þarna þegar þú byrjar bara sem læknir kannski, hvernig var verið að takast þá á við sjúkdóminn offitu, að þú talar nefnilega líka þegar þú ert að læra að verða læknir, það er ekkert alveg mikið kennt þetta sem læknir eða í læknanámi, er það bara ennþá þannig? Því miður hefur ekkert rosalega mikið lagast síðan þá það eru einhver held ég hálfstags kúrs eða eitthvað svo leys í landdeildinni Hálfur dagur? Já, held ég. Einmitt. Þannig á 6 ára námi. Þannig að ennþá erum við að berjast fyrir bættri menntun. En hins vegar þá hefur sko umhverfið mikið lagast og það er í boði miklu meira af námskeiðum og alls konar svona tækifæri fyrir þá heilbrigðisstarfsfólk að mennta sig aðeins meira í þessu og þannig að það er að breiðast út og þessi ekki komið formlega inn í námskrána hjá helstu heilbrigðisstéttunum að þá hef ég fengið tækifæri til að vera svona gestafyrirlesari og svona þannig að maður svona nýtir hvert tækifæri til þess að lauma sér inn og sáfræðanum sko. Já, sko mér er núna bara upp á síðkast það er nú ekkert rosalega langt síðan mér tók eftir því að það er mitt að vera að tala offitu sem sjúkdóm. Er það nýtt eða hefur þetta verið lengi í læknamáli eða? Sko bara í rauninni hjá ákveðnum hópi sem að sinnir þessu og þeir eru ekki rosalega margir hérlandi en svo heppin að tilheyra svona alþjóða samfélagi eða evrópsku samfélagi þar sem að maður hittir mikið af kollegum og einstaklingum sem að eru að vinna með þetta
og þaðan í rauninni svona svolítið uppsprettan, þar safnast saman þekkingin og vísindin sem síðan að breiðast út en það víða ennþá ekki talað þetta sem sjúkdóminn offita og við erum ennþá að berjast alveg heilmikið fyrir það sé bara eðlilegur hluti af okkar heilbrigðisþjónustu í dag. Já, að þú tala að það vera að berjast við það að skilgreina það sem sjúkdóm eitthvað svona ég veit ekki, bara eitthvað ráð, bara sjúkdómsráð, eitthvað sem bara þetta sjúkdómur, ekki þetta. Sko, það sem að ég hef reyndar aldrei skilið af hverju þetta svona flókið, vegna þess að við sem sagt notum ákveðið sjúkdómsflokkunarkerfi, svo kallað ECD-kerfi og höfum verið að fylgja þær í 10. útgáfu ECD-10 og erum að innleiða núna í ECD-11 sem það sem að og það alltaf framfærir því og þar eitthvað ráð sem að einmitt ákveður skilgreiningar á sjúkdómum og hvaða númer þeir fá og svoleiðis. En þannig að við erum búin að fylgja þessu kerfi í áratugi og þetta sjúkdómsgreiningin fyrir offitu kom þar inn fyrir áratugum. Já. Ég fatt ekki alveg af hverju erum við að vandrast með að kalla þetta sjúkdómi, það löngu búið að skilgreina sem slíkt og við erum búin að fylgja þessu kerfi eins og flestar vestrænar þjóðir, þetta sama kerfi sem allar þjóðir í kringum okkur eru að nota. Já. Þannig að ég veit ekki af hverju talið að þurfa að skilgreina offitu eitthvað sérstaklega. Nei, nákvæmlega. Nákvæmlega. Og einmitt, þú mikla reynslu á þessu núna að hitta fólk sem að glíma við sjúkdóminn offitu, bæði af Reykjalundi og svo Heilsuborg og náttúrulega núna með þínu fyrirtæki Mín besta heilsa. Já. Við köllum okkur það teymið, við erum að aðstoða einstaklinga við að finna sína bestu heilsu og það getur verið mjög mismunandi leiðir að því, þannig að okkur finnst það óskaplega skemmtilegt. Já, algjörlega. Og sko hvenær það eiginlega því að margir, mér finnst allavega það, ég er búin að tala ansi marga í þessu podcasti og fólk sem spyr mann líka bara þetta. Mér finnst einhvern veginn rosalega mikið fólk upptekið því að það hljóta þurfa að enda á því að fara í svona aðgerð ef fólk er að leita aðstoðar eitthvað starf. Bara, nei, ég ekkert að pæla í aðgerð, þá hef ég ekkert að gera Reykjalund og sliðis. Aðgerðin ekkert endilega, hvenær í ferlunni bara, þú þarft að fara í aðgerð. Það náttúrulega fyrir rauninni eftir stöðu sjúkdómsins, eins og maður segir. Já. Og aðgerð eitt verkfæri, frábært verkfæri þegar það á við. Já. Alls ekki gott verkfæri þegar það notað ekki rétt, eins og maður segir, því að þetta mikið inngrip og stundum þarf líkaminn þetta inngrip og þetta besta inngripið fyrir einstakling. En ég ber mikla virðingu fyrir þessu inngripi og ég vil að fólk sé vel undirbúið, vel upplýst það hvað þetta þýðir og af hverju verið að gera aðgerðina, hverjum breytir og hverjum breytir ekki og að það sé unnið vel að því að koma jafnvægi á þyngdarstjórnunarkerfi líkamanns og til dæmis hafa góða næringarstöðu og aðri sjúkdómar sem til staðar, hvort sem þeir eru andlegir eða líkamlegir sé í góðu jafnvægi og svona. Þannig að líkaminn geti brugðist rétt við þessu inngripi. Já. Vegna þess að það rosalega mikið að gera hjá líkamannum þegar hann fær þessi skilaboð sem eru í raunin þarna aftengja tengingu, meltingavegur að heila og hann þarf að endurforða allt upp á nýtt og til þess að hann geti gert það vel þá þarf hann næði til þess. Þannig að ef það mjög mikið af þáttum sem hann að berjast við og eru mjög trublandi þá hefur hann ekki tækifæri til þess að sinna þessu verkefni vel. Þá verður hann raunin að sinna þessu eins og hverju neyðarboði og berga sér og þá ekkert alveg gefið að við fáum réttu endurforritin. Nei, nákvæmlega. Ég fór náttúrulega í mína hjávötu 2019 og það var, talað hjávötu og ermi og svo þetta með reykjumynda magaband líka. Efnaskipta aðgerð 2019 þegar ég fæ bæklingir frá Landspítalanum, það henni fyrsta skiptið sem ég sé þetta orð efnaskipta aðgerð. Okay. Það,
man ekki til þess að það var ekkert verið að nota þetta orðin til að... Það verið ekki alltaf verið að nota. Nei, með það verið að koma maður svolítið sterkara inn núna, undanfarið. Já, og sem betur fyrir það alveg að ná sinni útbreiðslu vegna þess að það sem við erum að gera með aðgerðum, við erum að breyta efnaskiptum líkamanns. Já. Og þetta er ekki meðrunaraðgerð, þetta er ekki magaminkunaraðgerð, þetta er aðgerð sem við erum að fara inn í efnaskiptakerfi líkamanns, breyta því og í rauninni endurforrita hvernig líkaminn vinnur efnaskipta samskiptin sín. Já, einmitt. Og talandi kannski þessar aðgerðir, því að við gerum ráð fyrir því kannski svona flesti sem eru að hlusta okkur hérna núna, eru nú búin að kynna sér svona hvernig, hvaða típur af aðgerðum eru til. Það er nefnilega sko hjáveitan og það er sennilega svo aðgerð sem hefur verið lengst gert hérna á Íslandi. Ég var að leita upplýsingum þetta og ég fæ ekki betur því að hún sé síðan að hún hafi verið gerð hérna fyrst 2001. Er það rétt að mér? Ég þurfi ekki að fara með hvernig hún fyrst gerð hér, en ég veit að til dæmis rannsóknirnar á þessum aðgerðum sem voru gerða þá í Svíþjóð, þú veist, það eru nokkur áratugir, sko, það eru yfir 30 ár sem búið að fylgja eftir árangrinum og hérna af þessum aðgerðum, þannig að ég hreinlega þurfi ekki að fara með hvernig hún fyrst gert hér. Nei, en það sem að svona pælinginu með svona í framhaldi af þessu með sko hjáveituna ég fann að heyra rosalega mikið núna mín í hjáveitu og er það sko það sem allavega þessu sem maður á ekki að treysta þetta sem maður finnur á Google eða svo leiðis en er það rétt að þetta sé í rauninni sko hún er minna inngrip vissulega en er hún jafn góð, jafn árangursrík? Sko það sem að mér finnst mjög mikilvægt að fólk viti varðandi mín hjáveitu, hún er ekkert míní. Nei. Þetta er engin smá aðgerð, þetta er mjög stór aðgerð og þetta er ekkert minna inngrip. Síður en svo. Nei. Og það er sko nafnið míní er komið frá skurðlækna sjónarhorninu vegna þess að í þessum aðgerðum þá eru stærsta verkefni skurðlæknisins eru að tengja saman, sem sagt, tengja gönnina og magan og í hefðbundinni hjáveitu er það gert á 2 stöðum en í þessari aðgerð er gert á 1 stað. Já. Þannig að þetta er míní fyrir skurðlæknin. Já. Hann er aðeins fljótari með aðgerðina. Já, það hljóma svona fyrir bara þann sem er ekki læknir sem ég, bara þetta er eitthvað svona minna aðgerð og ég heyri það nefnilega mjög mikið og ég þarf að hafa tölvört fyrir því að leiðrétta þetta sem er bara eðlilegt í rauninni en fólk kemur til mér og ég vil bara svona míní aðgerð, ég vil ekkert mikið inngrip og svona, en þannig að fólk átt að segja ekki á því þetta er mjög stórt inngrip og í rauninni að mínum að er það sko það þarf mjög faglegt sjónarhorn til að ákveða hvaða aðgerð á við hjá hvaða einstaklingi en mér veldi að fundist mér erfitt að fólk geti ákveðið sjálft hvaða aðgerða velur vegna þess að í mínum huga erum við að nota þarna mjög stór inngrip sem að fylgja ákveðinu svona fylgjum ákveðnum forsendum hvaða aðgerða á við hjá hvaða einstakling. Einmitt, það er einmitt ég sammála þessu. Mér finnst eins og fólk sem tala við mig að fólk er eðlileg máls samkvæmt nú með þetta hlaðvarp. Fólk spyr mig að hinu og þessu og segir mér líka alls konar. Mér finnst rosalega algengt að þetta endi alltaf á því að fólki sjálf bara valdi þetta og enginn hafði neitt það að segja. Og mér finnst svolítið erfitt að horfa upp á það. Já. Sko vissulega er stundum val þegar maður er búin að útiloka sem sagt að er mig á enga veginn við hjá þessum aðila út af þessu hjáveita á ekki við hjá þessum aðila út af þessu en stundum koma báðar aðgerðar til greina og þá er bara hægt að taka upplýsta ákvörðun í samtali sem sagt og þá hefur sko sjúklingur fer aldrei í aðgerð sem hann vill ekki fara í skilur mig. Nei, nákvæmlega alltaf engin neittur í aðgerð. Nei, og það er alltaf forsenda að fólk skilji vel en mér hefur fundist ef að fólk fer góða fræðslu og tekur bara góða upplýsta ákvörðun af hverju þessi aðgerð er skynsamlegur fyrir þig að þá veist mér ekki lendin einum vandræðum sko. Nei, nákvæmlega og einmitt upplýsta ákvörðun og góður undirbúningur og
Reykjalundur hefur náttúrulega lengi verið að taka þetta að sér fyrir þá sem fari gennum, hvað segir maður, í Íslenska ríkið bara, sjúkratryggingar og allt það og væntanlega hefur það verið þannig bara frá upphafi frá því þetta var gert hér. Já, ég held sko að mjög fljótlega þá var gerður samningur milli Landspítalans og Reykjalundur að Reykjalundur myndi annast undirbúninginn og þannig ég held að það hafi verið mjög lengi. Já, nákvæmlega. Það var eiginlega svona næsta spurning einmitt undirbúningurinn. Svo hitt þegar það eiginlega bara ekki undirbúningur því að það eru, fólk getur hoppað upp í flugvél, farið til útlanda, látið gera svona aðgerð eða náttúrulega bara látið gera hana hérna á Íslandi líka á einkastofu og fyrir mig allavega sem ég nú ekki neitt inn í læknisfræðilegum pælingum eða inn í eitthvað læknadótunum, mér finnst svona eins og eina sem að stoppa fólk í að gera það sé hvort það á pening fyrir aðgerðina eða ekki. Já. Og sko, ég skil mjög vel að fólk grípi til þessara leiða. Já. Vegna þess að þjónusta við einstaklingum áfættu hefur ekkert verið góð í íslensku heilbrigðiskerfi. Viðmótið hefur ekki verið gott. Það eru miklu fordómar. Fólk oft búið að biðja aðstoð oft og fyrir sagt bara að fara og létta sig að borða minna og hreyfa sig meira og allt þetta. Og ég skil vel þegar fólk bara búið að fá nóg og vill bara, þú veist, grípa þennan björgunarring. Og en leið vildi ég svo óska að fólk myndi kynna sér máli mjög vel og gefa sér tíma til þess virkilega að velja réttu leiðina. Sko, ég held að aðgerðin sjálf sé langoftast framkvæmt bara mjög vel. Ég ætla engum skurðlækni að vera lottara með það, ekki það við vitum alveg út í heimi þá gerist það. En langflestir gera aðgerðnar bara vel. En aðgerðin bara svo lítið hlutast úr myndinni. Og ef að sem maður velji til þess ekki rétt aðgerð fyrir einstaklingin og allt þetta, þá getur einstaklingur lent á verri stað. Þrátt fyrir að hafa þetta verkfæri og það finnst mér bara svo mikið synd. Einmitt. Og þannig að ég myndi óska í draumaheimi að allir myndi kynna sér máli mjög vel, taka með góða upplýst ákvörðun og svo geta þeir valið hvort að þeir velja og hvar þeir velja aðgerðin og þá hvaða aðgerð þá ráðlögð fyrir þá og að einstaklingur sinni eftir meðferðinni mjög vel. Beri bara mikla virðingu fyrir þessu ferli. Já, nákvæmlega. En bara því þú komst sjálf inn á þetta með bara fordómar sem hafa alveg fengið að grassera í heilbrigðiskerfinu bara síðan sennilega bara alltaf. Svo það hitt að þú talar fólk kemur og biður aðstoð. Stundum fólk ekkert endilega að koma að hitta lækni af því að það tengist offitinu beint. En eins og ég veit bara mína frekar sorgarsaga sem ég veit sem að kona leitaði til þá hétt þetta Art Medica til þess að frjósemi meðferð og hún var með aukakíló og allt það, en þau vildi ekkert fyrir hann að gera, segir þú að létta sýst og svo kemur að tala við okkur og löngu seinna kemur síðan í ljós ef hún hefði bara fengið skoðun, hún hefði bara sett yfir bekkinn, þá kann nú ekki alveg útskýra nákvæmlega hvað var hjá henni, en það fannst bara þeirra löngu seinna, já, ok, hér ástæðan fyrir þú ert ekki búin að geta eina spötn og hefði verið hægt að laga það frekar auðveldlega, en þegar það uppgötaðist, þá er hann alltaf gömul til þess að geta eignast barn. Já, þetta mjög sorglegt. Já. Og sko, þyngd hefur vissulega áhrif varðandi áhættu í meðgöngu og fæðingu. Algjörlega. Og væntanlega sá grunnur ekki byggður og fordómum heldur bara reyna að lágmarka áhættu og svona, en fordómur liggur þarna í mitt að skoða ekki mögulega rót og gefa þá ekki góða leiðbeiningar hvernig aðstoð viðkomandi ætti að fá þá til þess að létta sig, til þess að mynda að minnka áhættu fyrir væntanlega meðgöngu og fæðingu. Algjörlega. Ég vona að þetta sé að lagast. Já, bara eins og ég nefndi það sérstaklega, þetta ekki IVF klíningin heldur Art Medica til lengra síðan. Og maður heldur alltaf að
að það séu sögur úr fortíðin, ég nýlega búin að hlusta á afskaplega erfiða sögu einstakling sem að fekk slemma þjónustu vegna fordóma og og ég já, það var náttúrulega ekki svona mikil þekking á sjúkdómnum á þeim tíma og það bara horfði viðkomandi á mig, en þetta var fyrir 4 árum. Þú veist, mér fannst að vera að tala úr fornöld. Sko. Nákvæmlega. Man heldur einhvern veginn að þegar maður heyrir eitthvað svona sögur, að bara hlýtur að vera þessi fyrir 20 árum, en stundum það bara ekki þannig. Stundum það bara ekki þannig. Já, og þú töluðum henni upp að það heyrir rauninni þessi halvi dagur sem að læknar fá á 6 ára læknanámi sem tengist eitthvað offitu. En svo það náttúrulega hitt fólk sem fer erlendis, eins og þú segir, það enginn hérna á Íslandi eða neins staðar það ekki skurðlæknir sem gerir aðgerð illa, en ég veit dæmi þess að fólk fer erlendis í aðgerð og kemur heim og svona, og heilbrigðiskerfið hefur ekki hugmynd. Það ekki með neitt á skrá hjá sér yfir þessa mannesku. Svo lendur hún á sjúkrahúsi með sjúkrabíl út af einhverju, það þarf ekki að vera endilega tengt þessu. Hún hérna á bráðamóttöku eða gjörgæslu eða eitthvað. Það veit enginn að manneskjan sem liggur þarna sé búin að fara í svona aðgerð sem gæti alveg sem geti hreinlega alveg hjálpað helling að vita. Bara mjög nauðsynlegt að vita. Til vegna þess að það svo margt sem breytist í líkamanum við þetta og það þarf að taka tillit til þess. Þannig að í dag, veit ég að við höfum verið að ræða þetta, að yfirvöld hér hafa engar forsendur til þess að skikka þetta fram. Að hafa eitthvað yfirlit eitthvað svoleiðis. Þannig að í dag í rauninni boltinn hjá einstaklingunum sem fer að upplýsa sína, og þá í sína heilsugæslu, þannig að það geti farið inn í þeirra sjúkraskrá og þannig að það sé vitað að það sé búið að framkvæma þessa aðgerð og að viðkomandi fái þá skipulagt eftirlit ævilangt eins og þarf að gera fyrir alla sem að fara í þessa aðgerð. Já, og að þú talar einmitt eftirlit og eftirfylgni. Ég er búin að, eftir 20. þátturinn sem við erum í núna, allir sem ég hef talað við hafa talað að þið finnist eftirfylgni, alveg sama hvar þú fórst í aðgerð, Reykjalundur eða annar staðar, eftirfylgni ekki nægileg. Hún ekki nægileg, það bara alveg rétt. Já, hvernig, sko, það hægt að vera, eins og segir, maður á að sjálfur að sjá að bóka sér bara blóðpröfu og maður fær að vita alls konar út úr því. En hvernig svona í hennu fullkoma heimi, hvernig ætti eftirfylgni eftir svona að vera? Sko, fyrstulegi ef að undirbúningurinn hefur verið góður, þá ætti að vera búið að koma allskynsmálum í farveg. Segjum að þú sé ekki búið að vinna úr öllum áföllum og svo leysa, þá ætti að vera búið að svolítið að greina það og koma að því vera búið að finna leiðir til að vinna með það og svo leys og það ætti að vera, einstaklingurinn ætti að þekkja vel hvaða mataræði hentar, hvenær ná leita aðstoðar og hafa stuðning bæði frá heilbrigðiskerfinu og frá, sko, með svona jafningastuðningi frá öðrum sem að hafa farið í gegnum þetta vegna þess að það læra allir svo mikið hver af öðrum. Ekki það að það, sko, eigi allt sama við alla. Heldur getur maður bara svona, já, þú prófar þetta, kannski myndi það passa við mig og vera líka tilbúin að það passi ekki. Þannig að það fylgir því ekki í blindni. En síðan náttúrulega þyrfti að vera til að byrja með reglulegur stuðningur sem ég hef tröllatrú á að sé gott að gera í hóp. Já, algjörlega. Að þessi ekki bara fagaðalega einstaklingur heldur sé fagaðalar til þess að leiðbeina einstaklingum og þá grípa inn í þegar eitthvað ekki að ganga sem skildi. Sko, kerfið þannig í dag að langt flestir sem að allavega þeir sem fara í aðgerðir á vegum hins opinbera, þeir eru í eftirlit í ár, skipulöðu eftirlit í ár. Eftir það útskrifast þeir yfir í ævilangt eftirlit í heilsugæslu og þar tekur ekki við neitt skipulagt eftirlit og í dag það þannig að það svolítið einstaklingan að leita eftir því þegar það engin skrá yfir, það engin innköllun eða eitthvað, þú veist, já, nú koma blóðprufurinn þinni eða eitthvað þannig. Þannig að það ennþá þannig að þetta svolítið í höndum einstaklingsins að bera sér eftir björginni og sem væri bara fínt ef það væri alltaf skilningur fyrir þeim að bera sér eftir í en ok, við höfum að reyna að laga það en síðan sko af því að þetta langvinnur sjúkdómur með batatímabilum og versnunatímabilum það engin
skipuleg staður sem hægt að leita til við versnun sjúkdómsins eftir aðgerð. Nei, nákvæmlega. Og það vantar algjörlega. Já, og miðað eins og við höfum rætt bara fordómar og svoleiðis, fólk kannski bara þorir ekki að leita aðstoðar þegar það er að missa tökin. Og svo sérstaklega hef ég reikið mig á að þegar einstaklingar byrja að fitna eftir aðgerð, og ég segi þegar, Já, veist, það er eiginlega, sko, það er eðli líkamans að gera það, að þá oft svo mikil skömm sem fylgir því og fólk upplifir, byrju að klúðra aðgerðin líka, og þú veist, ég get ekki verið að biðja með aðstoð núna. Og það er mjög erfitt, ekki það að hún sé eitthvað rosalega mikið í boði alls staðar, ekki það, en það er líka bara erfitt að leita eftir henni. Sko, það sem að ég hef alveg að gera, því að nú næ ég ekki að sinna eftir spurn, eins og maður segir, að og mér finnst það bara, mjög erfitt. Þannig að ég hef valið að vera með það bara námskeið á netinu sem heitir fræðsla eftir aðgerð. Og einstaklega byrju þá allavega að kynna sér, þá getur allavega hvort sem var búin að kynna sér þyngdarstjórnunarkerfin fyrir, þá getur allavega að gera það eftir og skilja svona af hverju verið að sinna þessum leiðbeiningum og getur þá byrjað að fylgja þeim og skoða hvað að ég að gera, hvað get ég lagað og svona hvað er það sem fólk getur gert sjálft. Þar í rauninni líka fræðslega sko þyngdaraukningu eftir aðgerð og hvað ég þá að gera og svo náttúrulega líka í dag höfum við sem betur fyrir lyfjameðferð sem við getum notað eftir aðgerðnar líka. Þannig að þegar að þyngdarstjórnunarkerfin okkar byrja að stilla okkur á fitusöfnun á ný, að þá er allavega hægt að hjálpa líkamannum áfram. Þannig að, og því fyrir því betra, sko. Já, nákvæmlega, bara svo rétt árum sem við tökum aðeins þessa lyfjaumræðu. Verða það að spyrja að einu líka að ég veit manneskir fór í aðgerð fyrir 15 árum síðan og eins og sé bara þegar fólk fyrir að þyngjast aftur og þessi manneskja misti tökin en komið svolítið að óvart að ég sá þessa mannesku á Facebook settin status í fyrra var á leiðin til Lettlands aftur í svona aðgerð. Er hægt að fara í svona aðgerð aftur og það lítur eitthvað að sjást skrullanir lítur að sjá eitthvað bara hérna og það er eitthvað búið að gera hér? Sko, það er stundum hægt að gera aðra aðgerð, alls ekki alltaf. Og fyrir eftir hvað aðgerð var að gera fyrst og hvernig staðan er. En aftur myndi ég aldrei leggja það í hendur á einstaklingi að meta það að panta sér einhverja aðra aðgerð, sko. Nei, nákvæmlega, ég alveg akkurat þessu tilviki þessi mannski var ekki að viðra þetta nýtt við eitthvað heilbrigði starfsfólk á Íslandi. Nei. Þannig að auðvitað, sko, ef til dæmis hefur verið framkvæmt ermi þá er hægt að fara yfir í hjávetu og og síðan er hægt að gera það eru aðrar útgáfur á hjávetunum það sem er í rauninni tengt meira framhjágötninni en er í hefðbundinni hjávetu, svo kallar sasiaðgerðir og þannig að það er svo sem ýmislegt hægt að gera en fyrir í mínum huga er endur aðgerð ekki alltaf svarið, sko. Nei, nákvæmlega. Og við vorum aðeins byrjuð að nefna þetta með nefnilega þessi lyf og það er eitthvað sem við veist alveg glænýtt einhvern veginn bara síðustu 3 ára eða eitthvað sem að ég fór að heyra eitthvað meira þetta. Sko lyfin eru alveg sérkapitil mér langar rétt aðeins áður fyrir mig lyfin að það sem að ég held að sé sko mikilvægast til þess að fá langvarandi árangur af aðgerðunum að það er fyrst eins og ítrekka búin að nefna góður undirbúningur, koma jafnvægi á all kerfi fara síðan inn með aðgerðina en fyrsta árið eftir aðgerð er algjörlega lykiltíminn til þess að fá langvarandi árangur og þar skiptir svo miklu máli að vita hvað er í gangi í líkamannum vegna þess að eftir aðgerð það léttast allir hvaða leið sem þeir fylgja hvort sem þeir borða einu svona dag eða hvað þeir gera að taka vítaminin eða ekki eða hvort þeir fylgja þessum leiðenda leiðbeiningum sem við erum að segja þessum fólk verður að borða reglulega yfir daginn verður að hafa prótín í hverju máltíð verður að taka vítaminin og verður að drekka vatnið hvort sem fólk hafi tíma til þess langar í eitthvað hefur list að því á eitthvað, þú veist
Já. Bara ekkert spurður að því, þú verður að gera þetta fyrsta árið eftir aðgerð, hvort sem að þú finnur einhvern ávinning af því, hvort sem þið líður eitthvað betur, hvort þú léttist eitthvað meira, það er ekki það sem við erum að gera þetta fyrsta árið eftir aðgerð. Vegna þess að þarna fer fram þessi endurforritin á þyngdarstjórnarkerfi kerfi líkamanns og þetta er glugginn sem við höfum til þess að breyta stýrikerfinu þannig að hann stilla okkur ekki á svona mikla þyngdartekningu. Og ef að þetta kerfi fyrsta ára eftir aðgerð erum búin að aftengja það í rauninni, það er það sem við gerum með aðgerðinni, að þegar að kerfi næri ekki að bregðast við, þannig að undir eðlilegum kringumstæðum þá myndi það sem sagt, vernd okkur gegn þessu svelti með því að hindra það við göngum að fytuforrun og höldum að forma safnunum. En þannig getur það ekki. Þannig að við bara léttumst. Og en kerfið þó það ná ekki að sko sína okkur neitt eða segja okkur neitt eða það kemst ekki að þá er það alltaf að lesa í stöðuna. Og ef að kerfið á þessum tíma verður óöruggt, það upplifir hættu ástand, það kemur bara mál til stöku sinnum, ég er ekki fá nóg prótein, ég er ekki fá vitaminin, þá forritar það okkur aftur til þess að bregðast við þessari hættu og þegar að það síðan þessi kerfi byrja að tala saman aftur einhverjum árum eftir aðgerð, mismunandi hvað það er eftir hvað aðgerð er, að þá er kerfið búið að forrita sig inn á fitusöfnun og þá rýkur þyngdin upp aftur. Nákvæmlega. Og það er bara eðlileg viðbrögð líkamans. Ef hins vegar við nýttum tækifærið, gluggann sem við höfum eftir aðgerð, til þess að segja kerfinu að hér sé allt í lagi. Setjum inn reglulegar máltíðir, pössum á próteinin, tökum vitaminin, drekkum vatnið og þá fær kerfi skilaboð. Hér er allt í lagi. Ég get bara forrita mig yfir í eðlilega þyngdarsöfnun. Og þá þegar við byrja að tala saman aftur, þá er staðan allt öðruvísi. Þá erum við bara komin á bara góðan stað til langstíma. En fólk finnur þetta ekkert. Ef það veit ekki af þessu, ef það er ekki búið að undirbúa sig með þessum upplýsingum, að þá auðvitað bara gera það sem heldur alltaf aldeilis að sko nýta þess aðgerð vel og alltaf borða sem minnst til að fá léttast örugglega sem mest og en það er bara ávísun á vandræði síðan mér. Þannig að þetta skiptir ekkert máli bara upp á kíló eða líðan á þeim tíma. Nýta þetta nennan tíma fyrir endurforritunina. Þetta er líka einmitt þetta fyrsta ár, þetta er hættulegt upp á það að gera, alveg sama hversu rétt eða hversu rangt einstaklingurinn er að lifa sínu lífi. Eins og þú segir, það léttast allir, það gæti gefið mörgum ranghugmyndir heyrðu, þetta er að virka, sem ég er að gera svona. Nákvæmlega, og þá er svona, hvað bara ruggli þessar kellinga, þú veist bara, þetta á ekkert við mig, ég get bara gert eins og mér hendar. En mál er að bara að þú ert ekki að fá rétt skilabóð frá líkamannum að því að það búið aftengja þetta. Og ég er ekki svöng, nei, það var akkurat það sem við erum að gera, við erum að rjúfa kerfi sem gerir þér svangan. Þannig að en þess vegna held ég mig við það hvað góður undirbúningur skiptir miklu máli. Algjörlega og þá eru kannski komin aftur að þessu með efnaskiptaaðgerð af því að eins og ég held ég á nörgulega heyrt þessa útskýringu bara á Reykjalundi, það var svona mér leið vel þegar ég fekk bara heyra þetta eins og að vera útskýra þetta fyrir 5 ára barni, ég var bara nú skil ég þú veist að efnaskiptin, manneski sem er búin að vera 200 kíló í 10-15 ár fyrir efnaskiptinni þessara mannesku það líka mér heldur bara ég á að vera 200 kíló svona þetta er eðlilegt og hann reynir að komast ánga aftur þú getur ekki, líka mér getur ekki syngað sig við annan bara nei, þetta er ekki rétt svona og ég er að frekar og það er mynd að þetta fyrsta ár þannig eru við rauninni að og einmitt fólk talar líka þetta með að það sem búið reynir, ég bara fór og alveg tók mig á, byrjaði að reyfa mig svo ég veit ekki hvað og fór í allt þetta heilbrigðan lífsstíl, borðaði bara holt, lestist alveg 40 kíló bara hratt og svona, en svo bara stopp, svo bara gerist ekkert meira og þá er einmitt bara líka minn svo mikið að berjast á móti þess að hann ætlar aftur í 700 kíló. Og hann tilur að þetta sé hættuástand og vill bregðast við og við mögum ekki gleyma því að líka minn okkar er búin að vera hanna þetta kerfi til að bjarga okkur og hungursneiði milljónir ára, Hann breytir ekki á 50 árum sem við búum við alltaf aðstæður í umhverfum okkar, Nei, nákvæmlega. Þannig að það er svona fyrsta árið, þá erum við að fyrsta árið, ég ber mikla virðingu fyrir því að við séum að nýta tíma þá vel til þess að endurstilla. Og svo er eitt að
í rauninni svona eðlilegur gangur eftir aðgerð, maður léttist helling og svo kemur ákveð svona flata tímabil þar sem maður líkamann að svona staðsetja nýja þyngd, svo lyftir hann aðeins upp, þannig að maður byrjar aðeins að þyngja eftir aðgerð sem algjörlega eðlilegt, en svo hann að finna nýja línu til frambúðar og það eru margir sem að í rauninni getur maður sagt panikara þegar hann byrjar að þyngja sig aftur og fara þá að svelta sig af því þeir ætla sko aldeilis að standa sig vel en þá eru það skilaboð kerfið að magna fytusöfnunina þannig að þá svo mikilvægt að maður byrjar að þengjast eftir aðgerð að halda rósinni, halda stöðuleika, passa bara regluna, próteinin, vitamín, allt þetta, gefa líkamannum skilaboð að hér sé allt í lagi og þá lifir hann að halda áfram. En það sko í rauninni að því að þyngdarstjórnarkerfin okkar svo flókin og þau eru svo sterk og við stjórnum þeim ekki. Hins vegar, við getum gefið þeim forsendur til að vinna eftir. Þannig að við getum gert allt sem við getum. Við stjórnum því hvenær við borðum og hvað við borðum og hvort við pössum upp á svefnin okkar og fáum aðstoð við andlega líðan og hvort við hreyfum okkur og svoleiðis. En við stjórnum ekki hvernig líkaminn sko vinnur með það. Nei, nákvæmlega. Og þannig að ég í rauninni spyr alltaf einstaklingar sem kom til mín að 2 spurningum að öðrum fyrir aðgerð. Ertu tilbúin í þetta líf sem að þarf að tilenga sér eftir aðgerð? Ertu til í að borða reglulega, passa prótein, drekka vatnið, fara í blóðbrotinn, vera í þessum ramma, hvort sem það hendur eða ekki, hvað sem lífið hendir í þig að verkefni, því það mun halda fram að gera það. Já. Ok, jú, það allir til í það. Síðan hérna spyrir, ertu til í þessa óvissuferð sem aðgerð óhjákvæmilega vegna þess að við vitum aldrei nákvæmlega hvernig líkaminn svarar. Nei. Við vitum ekki hvað tekur langan tíma að finna nýjan takt. Við vitum ekki nákvæmlega hvað mat þú mynd þola. Við vitum ekki hvort þú fær meltingatruflun. Við vitum ekki hvað þú léttist mikið, hvernig þið mun líða, hvernig verkefni breytast, þú veist. En ertu tilbúin að vinna með þennan nýja líkama, læra á hann, finna út úr því með hann hvað hann að segja og þykja þá aðstoð við það og hérna vegna þess að ef maður gerir það þá finnum við yfirleitt sko taktinn en það getur verið stundum bara svolítið erfitt að finna hann og ég líki þessu stundum við sko, þetta er eins og þú ákveður eignast barn þú tekur að þér þetta barn og elskar það skilyrðislaust og sinnir því hvort sem það sefur á nættunar, hvort sem það fær einhverja sjúkdóma, hvort sem að þú veist, þú er bara tilbúin að gera þetta og þú þarft að vera tilbúin að vinna með þennan nýja líkama sem þú færð, læra á hann þó hann geti ekki sagt þér skýrt hvað hann er að meina og hérna og bara finna útri með honum og sinna honum. Þú skilur ekki lítið barn eftir út í hotni og gleymir að sinna því það hendur er ekki. Þú getur ekki skilja hann líka með eftir. Þú þarft að sinna hann. Nákvæmlega, algjörlega. Sko, eins og ég kom rétt að sinna á hérna áðan, þá eru það sko þessi lyf og núna einmitt það er alltaf, eins og við erum að tala það eru til ýmis orði yfir allt ég var að einmitt að reyna að googla þetta líka og þetta er ýmist kallað sykursýkislyf, þyngdarstjórnunarlyf eða jafnvel bara megrunarlyf og sko ég myndi nú kannski segja megrunarlyf kannski svona að við getum vonandi stika það kannski sko, fyrst út, hvað er þetta? Við erum að reyna að eyða þeirri umræðu þessu köllu megrunarlyf sem þeir alls ekki en þetta eru sko það sami lyfjaflokkurinn sem að þeir nota við sykursýki og offitu. Þannig að sum þessar lyfja eru sykursýkilyf og sum þeirra eru lyfja offitu. En þannig að þau eru í rauninni að fara inn á kerfi sem að eru að hluta til sameiginleg með þessum sjúkdómum. En ég bara nota þetta lyfja meðferð við offitu og þessi lyf eru að virka bæði sem sagt beint inn í stýrikerfi þyngdar í líkamanum og óbeint með því að breyta forsendum í líkamanum sem að stýrikerfin fara eftir. Þegar þau eru notuð í sykursýkinni og þannig urðu þau fyrst til. Vegna þess að þetta er í rauninni hormón sem að verið að líka eftir sem er í líkamannum og það eitt af því sem þetta hormón gerir er að koma jafnvægi á blóðsykur og
þegar maður kemur jafnvægi blóðsykur þá fá þyngdarstjórnunarkerfin skilaboð að vinna öðruvísi og jafnar og betur og þá fór náttúrulega að koma í ljós hvað fólk var að letast og þá fór að skoða betur var komist að því að það hefur líka bein áhrif á þyngdarstjórnunarkerfin þannig að þannig það er hægt að nota þau annars vegar beint til þess að vinna með þyngdarstjórnunarkerfi líkamans og þá við sjúkdómnum offitu en það er líka hægt að nota þau til þess að koma jafnvægi á blóðsykurkerfið og það sem að sem sagt ef að þessi lyf eru notuð í einstaklingum við offitu og sem eru ekki með sykursýki og það eru margir hræddir bara góður að ég nota sykursýkilyf og fæ það ekki blóðsykurfall og er þetta ekki bara hættulegt þá fyrir mig en það er ekki hættulegt vegna þess að þau virka þannig að ef að blóðsykur er ekki hækkaður þá virka þau ekki inn í því kerfi þannig að það er ekki hætt á blóðsykurfalli við þessi lyf og svo kemur alls konar umræðir þá verið að taka lyf af einstaklingum með sykursýki og svona þetta er bara umræðin búin að fara út í svo mikið skríti bull að maður bara hristir stundum höfuð en þetta er allavega það eru sem sagt lyf sem að eru sem sagt ætluð beint við sjúkdómnum offitu og það eru mörg lyf og sem betur fyrir það er algjör sprenging í lyfjónum í því og í löndunum í kringum okkur þá eru við bæði með mismunandi lyf í rauninni sem eru að breyta sem sagt líkt og aðgerðin að gera við erum að breyta þá hormónunum sem að meltingavegurinn að framleiða og senda skilaboð upp í heilan það er akkur það sem að aðgerðin að gera þannig að við getum búið til með lyfjum hluta af því sem aðgerðin getur gert og svo eru líka nokkur lyf sem eru að vinna ekki gegnum meltingavegin heldur vinna beint í stýrikerfi í heilan og það eru ekki lyf sem eru komin hingað til lands og það sem er að gerast að við erum alltaf að fá lyf sem er í rauninni líki eftir fleiri og fleiri hormónum sem meltingavegurinn framleiðir þannig að lyfurinn er í rauninni að fara að nálgast aðgerðnar að hluta en það sem að það sem til dæmis hjáutan gerir að þetta er breiðasta efnaskipta aðgerðin sem að við höfum sem fer inn á rauninni flesta staði hvort sem voru lagi ekki hún er svolítið valtar yfir hún er bara mjög öflug og fer bara inn og berður öllu en ermin fer ekki inn á alveg eins mörg kerfi og svo lyfin fara þau nú aðeins færri heldur en ermin gerir en þau eru alltaf að koma fleiri nú erum við komin með 3 sem sagt lyfi sem eru með 3 hormóna virkni Er verið að bíða eftir því með þessi lyf að þau geti alveg komið í staðinn fyrir svona aðgerðir? Ég held að það sé langt í land að við náum að taka hjávituna út vegna þess að þeir sem eru með verstu sjúkdómsstöðunum munu áfram þurfa hjávitum. Ég held að ermi munum minnka mjög mikið vegna þess að lyfin ná í rauninni eru farin að slaga upp í árangurinn af ermaðgerðinu. Þannig ég held að hún verði við þurfum miklu minna á henni að halda. Og talaður með aðgerðinar fyrsta árið rosalega mikilvægt því að þá er aðgerðin að gera langmest í rauninni. Er þetta eins með lyfin ferð á þau ykkur ákveðin tíma og meðan að verið að endurstilla eitthvað hættum að síðan á þeim eða málið er að það sem að gerist í aðgerðunum er að við endurstillum þyngdarstjórnunarkerfið og svo kallaða þyngdarviðmið okkar eða setpointið. Lyfin geta ekki gert það. Þau geta ekki gert það. Nei, þau geta ekki gert það en þá. Hins vegar að þau í rauninni koma inn í líkamann, setja upp ákveðna bremsu eða ákveði jafnvægi á þessi kerfi og þau vinna bara meðan þau eru tekin. Þegar við síðan hættum á lyfjunum, þá tökum við þessa bremsu af og kerfin fara í raunin aftur í sína gömlu stillingu alveg eins og líka með leitar í eftir aðgerðin reynir að gera það en það verður ekki þessi endurforritun á kerfinu af lyfjunum hins vegar skiptir mjög miklu máli að nota gluggann þegar við byrjum á lyfjunum mjög vel vegna þess að þá er líka með móttækilegastur fyrir og þarf að vinna vel með það þess vegna legg ég mjög miklu áherslu á að gera alveg sem aðgerðnar byrja á því að koma jafnvægi á þyngdarstjórnunarkerfinu eins mögulega við getum fara svo inn með lyfin vegna þess að þá náðu miklu betri
sko, þau komast miklu betur að. Ef að kerfin okkar eru miklu ójafnvægi þegar við byrjum lyfjameðferðina, þá getur líkaminn sko upplifa það eins og enn eina árásinina, enn eina megrunina og brugðist bara harkalega á móti lyfjanum og þá virka þau ekki. Nei, nákvæmlega. Og það sem er að ef einstaklingar borða til dæmis alltaf lítið með lyfjunum, sem algengt er að því fólk vill vanda sig svo mikið að því að það búa innprenta fólki að því minni sem þú borða því meira léttustu sem alrangt að fólk er að borða alltaf lítið og það sem líka maður gerir, hann er svo klár hann valtar hann yfir lyfin. Já. Þannig ef maður, þá upplifir hann þetta bara sem hungursneið og hindrar þau í verka. Þannig að sem sagt, vinnan með lyfjunum snýst svo mikið að dansa með þeim. Passa þyngdarstjórnarkerfið sé í jafnvægi, passa líka með að fá nægilega næringu, þannig að hann leyfi bremsunni að virka. Já. Og þegar fólk kemur til mín og það er hægt að léttast á lyfjunum með mikla rákjur og ég fer gegnum bara hvað er gerast og ég kemst mjög ofta að því að við kunum sé að borða alltaf lítið. Og ekki það, það er ekki bara að ég segi það því ég get melta því ég sé að fólk er þá að ganga á vöðunum sína. Og ég ráðlegg fólki að borða meira og fólk finnst alveg skrítið en sem betur fer þá eru margir tilbúin að hlusta og fylgja ráðleggingunum og þá sér það bara að ferða að léttast aftur, það er að vera að borða meira. Og bara, Þannig að þetta snýst allt þetta jafnvægi og þetta samspil sem að við erum að reyna að fá fram í líkamann. Já, algjörlega. Er ykkur svona, hvað maður segja, aukaverkanir af svona lyfjum? Já. Og það er óhjákvæmilegt. Þetta eru lyf. Já, nákvæmlega. Og mínum huga, maður leikur sér ekkert með þessi lyf. Nei, nákvæmlega. Og þau eru ekkert ætli til þess. Þannig að sko, í rauninni það sem að sko, tökum bara lyfin sem við höfum úr að spila hér á landi sem er semaglutid lyfin, sem er það Wegovy eða Ozempic að þetta er svo kallega GLP-1 hliðstæða og það þýðir það líkaminn framleiðir GLP-1 og það eru viðtakur út allan líkama fyrir GLP-1 og lyfið sem sagt sest á þessa viðtaka og veldur því sem að hormónið hefði átt að gera. Já. Það sem er öðruvísi er að hormónið sem við framleiðum hefur svo stuttan líftíma. Sest á viðtakan og það er bara smá stundar og svo er að farið. Meðan að lyfið setur þar alveg heila viku sko. Já. Þannig að það verður svo miklu meiri áhrif. Já. Og leið og það er frábært hvað viðtakanir eru víða í líkamannum af því að þá getum við fengið gagn í svo mörgum líffærakerfum. Þá er það ókostur vegna þess að það er náttúrulega líka gefur kost á miklu fleiri aukaverkunum út um allt. Já. Þannig en það sem að svona lyfinu er að í megin dráttum ætla að gera er að senda skilaboð til heila að við séum orðin sött. Þannig við verðum fyrr sött og borðum þar alveg minni skammta og við verðum síður svöng og langar þá minna í ruslfæði líka. Nákvæmlega. Og þá fer maður að borða minna og fer að léttast. Og þá kemur eðlilega svo spurning, en ef ég bara borða minna og án þess að nota lyfin, léttist þá ekki alveg eins og einstaklingur sem borða minna með aðstofalina lyfjunum. En það er ekki svo leiðis vegna þess að það sem lyfi er að gera að það er að fara beint inn í stýrikerfið og segja í rauninni heilanum hér er allt í lagi. Já. Þannig að viðbragðskerfið sem ég var að tala áðan sem myndi þá fara að vernda okkur fyrir sveltinu og breyta öllu brennsluhormónum og alls konar, það fer ekki í gang. Nei. Og það er bara alveg róligt, bara heilin upplifir að hér sé allt í lagi og leifir þér að ganga og forðan. Þeir borðar minna. Og en lyfið senkar líka magatæmingu og sumir einstaklingar með offitu eru með óeðlilega hraða magatæmingu og þá á lyfið alveg perfekt við. En svo er aðri sem er ekkert með oft hraða magatæmingu og þeir geta frekar fengið aukaverkanar lyfinu þannig að þá er í rauninni verið að hindra magatæminguna óeðlilega mikið. Já. Og þá kemur ógleðin. Eðlilega vegna sem maginn vill náttúrulega sinni vinnu og ef hann getur ekki komið svo áfram, það vill bara skilja upp. En við eigum að geta komist alveg
fram hjá þeirri aukaverkun, annars vegar með því að fara ekki trappa lyfja skammtana ekki of hratt upp, heldur gefa líkamanum tækifæri til þess að læra skammtin og læra aðlagast og sumir fara aldrei í fulla skammta út af þessu, eru bara á læri skammtum að því að þeirra líkami má ekki fara út á þessari svörun og hins vegar með því að hafa matarskammta aldrei stóra þannig að maginn fái alltaf hæfilegt hlutverk sem hann ræður við og þá gæti við komum þurft að fjölga máltíðum til þess að fá örugglega næga næringu. Þannig við eigum að geta komist í veg fyrir það og svo náttúrulega hægjum við á þarfastarfsemi þannig að höfðtræða er yfirleitt óhjákvæmilegur fylgikvilli við kunnum fullt að tryggsum við því og þá enginn þurfa að hætta lyfinu þess vegna. Já. En síðan þetta eru algengustu aukaverkanir og alls konar svona ómeltingar óþægindi uppþemba og svo leiðis og við bara reynum að vinna með það og ég held ég hafa bara eins og þurft að hætta á lyfi með einstakling út af þessum aukaverkunum út á ógleðinni. En en svo geta komið fram allskyns aukaverkanir og auðvitað tök við þær bara alltaf alvarlega og skoðum, er það lyfið en svona almennar aukaverkanir eins og til dæmis þreyta höfuðverkur og svona, við minnkum þorstatilfinningu, fólk tekur inn minni orku, er þreytan bara vegna þess að fólk er ekki borða nú eða er ekki að drekka nú eða höfuðverkurinn og þetta allt saman. Síðan hefur mikið verið talað áhrif á brisið og við erum náttúrulega að fara inn í bris og það er sá partur af lyfinu sem er í sykursýki úrvinnslinni og eina af verkunum lyfsins er semst að jafna út sykursveiflu sem aftur þýðir að fer ekki eins mikið inn í forðan og en þannig að það verður oft aðeins álag á brisið. Oftast er það ekkert til að áhyggjur af og það er alveg búið að gera stóra rannsóknir, það er ekki meiri hætta á brisbólgu hjá þeim sem taka lyfið eða hjá viðmiðnur tilraunahópnum með svona placebo-hópnum svo kallar og en það koma alltaf annars lagið upp tilvik brisbólgu og það ber að taka það alvarlega fólk brisbólgu fer ekkert fram hjá fólk getur rosalega miklu kviðverkir og ég hef það svona þá stefnu ég hætti þá teka bara lyfið út og svo skoðum við hvað geti verið að valda. Svo eru margir sem lýsa mikilli andlegri vanlíðan þeir að taka lyfið og hreinlega sjálfsvíks hugsunum sem þeir hafa bara aldrei upplifað áður og komaðum bara mjög óvart sem að fara aftur þegar maður hættir á lyfinu. Við höfum ekki lyfjafræðilega skýringu á þessu en þetta er að sjálfsögðu eitthvað sem maður tekur mjög alvarlega og reynir að finna út úr og það er búið að gera að því það voru ábendingar þetta gríðarlega stórt úrtak til að skoða er aukin tíðinni andleira vanlíðar á lyfinu og það er ekki þvert á móti, það er aukin bætt andleg líðan á lyfinu en það eru alltaf ákveðnir undantekningar og þetta er aftur alveg með lyfinu eins og aðgerðin, þetta er ákveðin óvissu ferð við erum að læra á nýjan líkama hvað segir hann okkur og hvað erum við að gera og eitt af því sem við sjáum með bæði aðgerður og lyfin að einstaklingar sem hafa nota mat til að deyfa erfiðar tilfinningar matur deyfir að þegar maður tekur burtu þá huggun að því það er ekki hægt að nota því að heilin virkar ekki þannig lengur að hvað gerir maður þessar erfiðu tilfinningar að koma og að því að við getum ekki treyst því að allt lægist þegar maður léttist það er bara, lægist ekki þannig og lífið heldur að fara að í mann allskynsverkefnum og þannig að maður þarf í rauninni að læra aðra leiðir til þess að takast á við erfiða andlega líðan og það er ekki skynsalegt að reyna að deyfa tilfinningar með öðrum ráðum eins og til dæmis áfengi sem við sjáum líka mjög oft gert því miður ef það kemur manneskja eða þegar kemur manneskja til þín í minn besta heilsa, hún segir, mér langar að fara í svona aðgerð og ég veit alveg að þú segir ekki, já, kom þetta 6 vikur eða neitt svoleiðis, það er bara mjög faglegt allt í gangi hjá þér ert þú að reyna beinir fólki fyrst í að prófa lyfin eða veistu bara lyfin er ekki að fara að gera neitt fyrir þennan aðila?
Ég reynir bara að setja hlutlaust mat á það Já. út frá heilsu og aðstæðum og öllu þessu, hvort lyf á betur við eða hvort aðgerð á betur við. Já, og það bara ennþá mjög mismunandi hvernig það er. Já. Og stundum veit ég að einstaklingur á alls ekki erindi í aðgerð. Út frá hans heilsu. Já. Stundum veit ég að lyfin eru bara ekki nógu öflug fyrir þennan einstakling og aðgerð besta meðferð fyrir hann. Já. En svo ekkert allir tilbúnir að fara í aðgerð og vilja leina lyfin fyrst og það ekki því til fyrirstöðu sjálf sér. Vegna þess að við getum alltaf bakka út til lyfjameðferðinni og lyfjameðferð getur oft verið góður lærdómstími til þess að læra á líkamann sinn. Og þannig að ef einstaklingur vill absolutt fara á lyf þó að mitt faglega matværi aðgerð væri sem sagt sú meðferð sem henti þessum líkama best. Já. Að þá segi ég ekki nei við lyfjameðferðinni. Nei. Og ég hef getað þurft að segja nei við aðgerðinni. Og það mitt, þú talar bara út frá heilsu viðkomandi og það alveg jafn mikið líkamleg heilsa eins og bara andleg heilsa. Já. Stundum viðkomandi í allt og miklu ójafnvægi til þess að fara inn með þetta stóra inngrip. Já. Stundum alvarlegir geðsjúkdómar eða vímusjúkdómar sem hindra. Þá þurfa að koma jafnvægi á það. Stundum hreinlega viðkomandi ekki nægilega þungur efnaskiptakerfi hans á mjög góðum stað og aðgerð á ekkert erindin í þennan líkama. Nei, nákvæmlega. Ég svona bara mitt kalda mat með að sjá einmitt alls konar fólk færi svona aðgerðir og hafandi verið næstu því 200 kíló sjálfur þá ég dæmi ekki fólk svona, ég segi ekki neitt en maður hugsa ýmislegt, ég hugsa bara þessi manneskja þurfti ekki að fara í aðgerð. Það mjög mikið af fólki sem búið fyrir aðgerð sem hefði aldrei átt fyrir aðgerð. Ég aldrei átt að fyrir aðgerð. Nákvæmlega. Og hvernig það með það eitt með aðgerðinir og svo líka með lyfin, ég sá fyrirsögn ég held ég bara frá vísi.is eða eitthvað daginn að það orðið svolítið sprengja í lyfjunum frá 2019 þá var þetta 256 pakningar á mánuði það er það 6.000 núna á mánuði og svo var viðtal við manneski sem að lifir með offitu og henni var búið að heimilislækni þessi lyf og hún vildi þau ekki ég er búin að sjá minnir mér sem ég hafa bara hvort ég hafa ekki bara séð ykkur viðtalið bara við þig eitthvað staðar varst ekki þú að tala um að það eru líka alls konar fólk á þessum lyfum sem á ekki vera þeim Jú, það eru viðtalið ég alltaf að reyna ég alltaf að reyna að einhvern veginn að þessi lyf séu rétt notuð, þetta ekki megrunarlyf þetta ekki lyf sem eiga að fara inn í heilbrigða líkama og raska þeim. Nei. Þetta eru lyf sem að eiga að hjálpa líkama sem kerfin eru búin að raskast í að komast í eðlilegt horf og hjálpa þannig að en í okkar útlitsstyrkandi samfélagi þá náttúrulega eru þau alveg misnotuð og þannig er það bara og ég held að við komumst aldrei út úr því að það verði eftirspurn eftir þeim á rangan hátt. Ég held að við getum bara haldið áfram að fræða, reyna að komast einhvern veginn út úr þessari útlitsdyrkun og allir eiga að vera mjóir og allt þetta. Ég veit ekkert hvernig við komast út af því. Ég veit heldur ekki hvernig við eigum að minnka alla þessa fordóma og að komast að þeirra niðurstöðu að það eigi ekki allir að líta út eins og það eigi ekki allir að vera mjóir og við getum verið frábæri alls konar holdafari samhliða því að það áhætta fyrir líkamann að bera mjög mikinn fituvef. Fituvef ekkert saklaus en þetta rosalega öflugur efnaskipta vefur og ef eru komin 20 kíló af honum þá bara eru efnaskipti í þessum líkamann allt öðruvísi og það miklu meiri áhætta fyrir líkamann og fyrir utan álægið að næra allar þessar frumur og taka við úrgangi frá þeim og allt þetta. Þannig að ég veit ekki hvernig við getum komist út úr þessari polariseringu að við sem tölum áfættisum sjúkdóm séum ekki vonda fólki sem að
láta öllum líða illa yfir þyngdinni sinni eða hvað, sem ekki meiningin og við erum ekki að sem sagt meina að það ég allir að vera mjóir og svona og heldur að við komumst einhvern veginn inn í það að við getum bara borið virðingu fyrir okkur unnið að því að vera við góða heilsu andlega sem líkamlega án tillits til holdafarsins en samt vera tilbúin að leita aðstofar þegar þetta álag að trufla líkamsstarfsemina og til dæmis sko líkamsþyngdarstöðullinn segir ekkert til það og þar held ég séu bara allir sammála en það alltaf einhvern veginn svona svo oft farið í þann þá grefju að líkamsþyngdarstöðullinn sé að ráða þessu allir saman hann er frábært þess að fylgjast með þróun, fylgjast með hópum en hann er ekki góður fyrir einstakling og þannig við höfum hann alveg með því hann segir okkur ákveði og túlkar ákveði og hefur svona ákveðna samsvörun sérstaklega þegar hann er orðinn mjög hár en það á ekki að trufla okkur við eigum bara nálgast stöðunni á hverjum einstaklingu ef einstaklingur að þyngjast með hratt reyna þá að skilja af hverju hann að þyngjast hratt og eitthvað ójafnvægi í hans líkama sem við gætum hjálpa líkamanum að koma leiðréttingu á áður en að verða skemmdir á einhverjum líkfærum við viljum eitthvað frekar grípa inn í fyrr áður en að líkaminn farin að þurfa að breyta líffærakerfunum sínum til að bregðast við þessu álagi. Já, nákvæmlega. Mér finnst sko bara, þetta bara persónuleg skoðun mín af því að sko mér finnst einhvern veginn líka það að ef fólk ekki að leitast eftir aðstofið offitu en þyrfti kannski að vera því þá einmitt sko það eru fordómar í heilbrigðiskerfinu en stundum þetta samt ekki sko það ekki kannski læknar að reyna byrja að hjálpa fólki bara án þess að sína fordóma en hinn aðeins bara nei, bara ég ætla ekki að þessi líf og ég ætla ekki að gera þetta og þú með fordóma sko við ræðum þetta oft og einstaklingar sjálfur vitastundum að þeir eru með fordóma gagnvart oftu, einstaklingar með oftu sem sagt við lifum oftu en sko hvaðan sem það komið en það bara búið að vera svo lengi að hamra í fólk að það stjórni þyngdinni sinni sjálft og að það sé örugglega ekki standa sig og fólk langar stundum að gera það sem það veit að það ætti að vera að gera áður en það leitar aðstæður. Ég meina, það ekki til svo mannskepna sem lifir hinn fullkomna lífstíl. Það allir sem gera einhver tíma sem passar ekki heilbrigðan lífstíl. En einstaklega með áfættu virðast taka það eins og þetta sé allt heim að kenna. Já. Og það tekur oft bara langan tíma að komast út úr þeirri sjálfsásökunar svona, já. Og þessari skömm að maður hafi einhvern veginn gert þetta sjálfum sér þetta og þurfi þá bara sjálfur að laga þetta og ég heyri alveg að sumum finnst það bara gott að þurfa að borga þetta sjálfur af því að þau gera þetta hvort það og þá fæ ég óskaplega illt í hjartað að en að því að í rauninni við stjórnum ekki hvernig líkaminn vinnur. Nei, nákvæmlega. Þannig að jafnvel þó að sé verið að gefa honum allar bestu forsendirnar, það getur svo margt verið að trufla hvernig hann vinnur úr því. Og svo við þekkjum líka einstaklinga sem að geta bara borða hvað sem hvenær sem alls konar óhollustu og rusl og þeir veit ekki neitt. Nei, nákvæmlega. Af því að þetta ekki sama sem merki hvernig lífið lifur þau og hvernig svara líkamann. Nei, nákvæmlega. Og það líka sem er gott og frábært þegar og ég verið að reyna einhverja því líka bara í þessum þætti hér að fara í svona aðgerð þetta ekki átak og þetta ekki eitthvað sem verður að fara að gera eitthvað tímabundið, þetta algjör lífstílsbreyting sem það eiga að setja á lífstílsbreyting eitthvað sem það ætlar að gera út lífið og í lífstíl þú ferði veistlur þú verður eitthvað sem verður kökur í boði og svona og einmitt eins og þú segir, það lifir engin fullkomnu lífstíl alltaf. Það ekki hægt. Nei. Og einmitt, þetta snýst að svona læra dans í rigningunni sem maður segir að vinna að því að það ekkert raunat að ætla sér að hætta að fara á mannamót, hætta að fara í veislur, hætta að taka þátt í innu og þessu. Það bara
að geta lifað góðu lífi og það alveg hægt að njóta lífsins mjög vel þrátt fyrir að það sé ákveðnar takmarkanir í hvað þú sem sagt það ert að gera á ákveðnum tímum. Þannig að ég í rauninni gleðin við að fara í veislu snýst ekki þannig magnið af matnum sem þú borðar. Nei, nákvæmlega. Þannig að þú getur notað þess að vera í veislu og hitta fólk og þó að það sé takmarka sem þú mátt nýta þær veitingunum. En það kemur líka upp oft sorg og söknuður og svona tilfinning að vera utangátta og tilheyr ekki og ég bara alls konar erfiða tilfinningar og það er bara að vinna með þær og þær henda okkur í lífinu í ýmsum staðum, ekki bara þessum. Nei, nákvæmlega. Og þetta eru tilfinningar sem við þurfum alltaf að reyna að læra á að vinna með. Já, einmitt. Og svo þetta með að þú talar þyrfti að grípa fólk fyrir áður en að komið út í óefni, þegar, þú veist, ég varð ekki næstu 200 kíló á einni nóttu. Og sko, það er eitt það að vilja að fá hjálp og sækjast eftir henni, en svo þurfa eftir að lækni og út af ykkur öðru og vilt ekki aðstóðina. Þú veist, ég er að hugsa hvernig án þess að vera eitthvað heilbrigðismenntaður, hvernig í veröldinni ætti að vera hægt að grípa alla fyrir, eða þú veist, fólk þarf að vilja að láta hjálpa sér. Og neini, það er ekkert hægt að grípa alla fyrir og það er sko ef að ég vil alltaf trölla trúa góðri fræðslu. Ef fólk skilur vel og hvað hentar og hvað ekki og svona reynir að tilengja sér það besta sem það getur í þeirri aðstöðu sem það er í og að þá getum við sko við getum í rauninni hjálpa líka mannum alveg gríðarlega mikið með breytingu á daglegum lífsháttum og sko það sem að umhverfið okkar í dag er offitu hvetjandi og ef við til dæmis myndum bara ekki borða svona mikið að gerviefnum ef við myndum meira bara borða hreinan mat að þá er svo allt annað hvernig líkamann okkar vinnur líka varandi þyngdarstjórnungin sem er alltaf að díla við eitthvað sem að þeim er framandi og veit ekki hvernig þeir eiga að bregðast við og upplifa það sem hættu og svara bara með því að safna þyngdinni. Ef við myndum til að bera virðingu fyrir svefninum okkar af því að við erum ofta ekki að gefa líkamann tækifæri til að endurnýja sig eins og við þurfum að gera í svefninum. Ef við myndum geta fundi leiði til að slökkva á streitukerfinu okkur stundum, ekki það við þurfum að geta haft streitukerfi til þess að berga okkur út úr alls konar en við verðum að geta slökkt á því stundum ef við getum fundi leið til þess að hafa líkamann í góðri virkni þá er ég ekki að tala um að allir eigi að fara að æfa járnmannin eða eitthvað, þú veist, við erum svo ágækend alltaf en bara finna hreyfingu við hæfi hvort sem að það eru bara nokkrar hreyfingar heima á stofugólfi eða smágönguferð og bara reyna að svona finna leið sem við getum í okkar lífi til þess að koma betra og betra jafnvægi á líkamann okkar að þá getum við snúið svo óbáslega miklu við og náttúrulega markmiðið er að það þurfi ekki á heilbrigðiskerfinu að halda. Nei, nákvæmlega. En að það sé þá tiltaks. Nákvæmlega. Þegar áþurhalda. Einmitt. Maður er líka alltaf svo ánægð þegar maður sé kannski viðtal við eitthvað sem er þessi er 100 ára og fyrir alltaf í stóran göngutúr hverjum degi og maður er kannski að horfa á sig upp með einhverju fólki og bara hvernig getur þetta 100 ára ég segi, þegar ég er viðstætt á svona umræði, ég hugsa bara sko, ef maður myndi byrja á það að fara þennan göngutúr í dag og hætti honum aldrei þetta verður ekki einn daginn óvísstæðanlegt er það ekki rétt? Það er ekki allt í einu nú bara þennan dag er orðin gamalt til þess að geta þetta og svo líka hefur mér fundist sko áherslan svolítið, þú veist, þetta verður að vera svo rosalega mikið og massíft að hafa einhvern árangur. Sko 5 mínútna göngutúr er betur en ekkert. Og bara byrja einhvers staðar og ef maður er ekki stuð til þess að fara að því að maður
heldur maður þurfa alveg klukktíma göngutúr til að síka og gagna þessu, en maður hefur kannski 5 mínútur. Já. Nýttu þær frekar. Einmitt. Og svona byrja bara smátt, byrjaði í þeirri stöðu sem þú ert. Ok, þú ert með verki, ok, hvað get ég þá gert? Ég get kannski gert eitthvað sitjandi, ég get kannski mögulega farið í sund, af því það reynir ekki eins mikið á hnén eða mjöðmennar. Ok, ég er ekki með pössun, ok, ég gera æfingar heima. Þú veist, bara byrja það sem ert. Einmitt. Ég vinn nú við tölvur allan daginn sjálfur. Bara á þetta, við erum með borðsögutur hækkað upp og staðið. Vá, það er bara það eitt er alveg. Og taka einn smá göngutúr eftir matinn og taka reglulega pásu þar sem þú verður að standa upp og tegja hans úr þér og eitthvað svona. Þetta skiptir rosalega miklu máli fyrir líkamann. Því að það sem hreyfingin er að gera, hún er að senda svo mikið að skilaboðum inn í þyngdarstjórnarkerfi. Þetta er ekkert að gera með þessa brennslu sem allir eru tengið við hreyfinguna. Við erum að brenna einhverju. Þetta snýst að þyngdarstjórnarkerfi fái þessi skilaboð frá vöðvunum sem að það er að gera. Já, kannski svona að lokum bara með þetta allt saman bara við erum vonandi á réttir vegferð með þetta. Er eitthvað svona sín sem þú ert með hvenær verður svona, ég ætla ekki að segja að allir verði mjóir eða neitt svoleiðis, en hvenær verður svona allt fullkomið í heilbrigðiskerfinu? Vá, þetta er risaspurning. Ég ætla samt að hafa bjartsýni og ég hef stundum sagt að maður þarf að nýta hverja góða krísu til þess að komast áfram og nýta þess að tækifæri og við erum á erfiðum stað varðandi áföllin í okkar þjóðfélagi og við þurfum bara að bretta upp ermar og gera betur og ég hef trú á því að ef að við svona sem þjóð gerum betur í okkar lýðheilsu aðgerðum og vinnum að miklu betra aðgengi að hollustu og drögum úr öllu þessu gerfiefna dóti sem ég held að sé nú stærsta ógnun okkar allir þessu gjörunni matur og að heilbrigðiskerfið verði geti í rauninni sinnt bæði forvörnum og heilsugæslan vinni markvisst og skipulega með einstaklingar sem að eru komið með einkenni og að það sé til annars stigs þjónusta sem að þá til þess að greina betur þá sem að eru komin með vísbendingar svona fjölþátta alvarlega sjúkdóma og það sé þá að nýta þriðstigsþjónustuna betur eins og reikilindu aðgerðirnar og allt saman. Þannig að við komum upp svona þrepaskiptri heilbrigðisþjónustu þannig að einstaklingar geta alltaf fengið aðstóð fyrr áður en að líkaminn er farin að kvarta of mikið en leið að við eigum til leiðir fyrir þá sem eru með alvarlegastan sjúkdóminn líka. Og ég vona bara að við komumst út úr fordómum yfir í að við bara berum virðingu fyrir okkur sjálfum og hvert öðru þannig að við bara við erum bara skynsemi og umbarlendi og bara að það leiðaljósi. Ég veit ekki, ég ætla bara að vera bjartsýn, ég held við komumst gegnum þetta. Erla Gerður Steinsdóttir, kærar þakkir fyrir að koma og segja okkur frá þessu öllu saman. Takk fyrir að fá okkur til inn. Takk, Erla Gerður virkilega fræðandi það sem hún hafði að segja og eins og kom fram í þessu viðtali þá getur Íslenska ríkið ekki fylgst með því hvort að fólk fari erlendis í svona aðgerðir og ég vildi bara eindregið mæla með því að ef þú hlustandi góður hefur farið í svona aðgerð erlendis endilega gættu þess að íslenska heilbrigðiskerfið viti af því. Það er hægt að hafa samband bara á heilsuveru eða eitthvað, senda bara skilaboða á heilsugæsluna, hlýtur að vera í lagi að gera það og bara láta vita, vildi láta vita ég fór þarna í svona aðgerð erlendis þarna. Kann að vera þetta hljómi eins og fólki finnist þetta bara verið sitt einkamál að það færi erlendis í aðgerð og ég skil algjörlega það sjónarmið en hugsa mér aðeins út af því að ef ykkur sem hefur farið í svona aðgerð erlendis kemur síðan heim og lendir á ykkurum ástæðum á sjúkrahúsi. Það þarf ekki að vera neitt tengt aðgerðinni, bara ílsleysi eða eitthvað.
Það rosalega vond ef að heilbrigðiskerfið og þeir sem að meðhöndla viðkomandi á gjörgæslu vita ekki af því að manneskjan hafi gengist undir efnaskiptaaðgerð. Það getur bara skipt sköpun að rétt meðhöndlun eigi sér stað. Þannig að þú hlustandi góður hefur farið svona aðgerð erlendis og finnst líklegt að það hafi skautað fram hjá íslenska heilbrigðiskerfinu, að það sé ekki til skráningar það í heilbrigðiskerfinu hérna á Íslandi. Láttu vita af því. Ég bara mæli eindreið með því svo þetta sé á skrá ef eitthvað annað kemur fyrir. En ég bara þakka henni Erlu Gerðu Sveinsdóttur hjá Mín besta heilsa kærlega fyrir komuna og ég tek það fram hér að þessi umfjöllun ekki keypt á nokkurn hátt. Það var ég sem hafði samband fyrir að bræða við henni Erlu Gerðu og vildi heyra í henni hljóðið aðeins og spjalla almennt aðgerðirnar og þessi lyf sem hafa algjörlega sprungið út síðustu ár. Og auðvitað myndust á það að hún væri að vinna hjá Mín besta heilsa. En ég minn bara enn og aftur á netfangið mitt gunsi@gunsi.is ef þú vilt vera viðmælandi í þáttinum eða jafnvel bara einhver sem að meðhöndla offitu í íslensku heilbrigðiskerfi sem að ætti að vera á lista líka yfir svona viðmælendur varðandi yfir svona fagfólkið í heilbrigðiskerfinu. Bara svona eins og þessi þáttur hér við hann Erlu Gerði. Og ég þetta bara á Instagraminu líka gunsi.is þar ef að fólk vil hafa sambandi með þar. En þetta hlaðvarpið Litli Malakúturinn, ég heiti Gunnar Ásgeirsson. Takk og bless í dag.